er 29. júní 2024. Klukkan er 10:30 á morgni. 18 stiga hiti kominn. Heklan skarta sína fegursta og ég er á leiðinni að sjá hvað gerist þegar að nýjasti íbúinn úr húsinu hjá okkur Laugardalnum gerir þegar ég nálgast. Það er liðlega mánuður síðan ég vaknaði fyrir það að Straumund var að djöflast við húsi hjá mér og svo aftur 2 dögum síðar og þá náði ég að taka myndir af þeim hjónakotnum. Kom í ljós að þau voru búin að búa til hreiður. Síðan gerðust þau undur og stórmerki að það kom fyrst 1 egg og svo annað egg og þau svo skiluðu sér með það bil 3 til 4 sólarhringa millibili. Og 21. júní, þar að segja fyrir 8 dögum, kom 7. og síðasta eggið og hún settist upp og síðan hef ég ekki séð stegginn. En til þess að komast að henni þá þarf ég að fara hérna út á þar sem heiti potturinn er og við þurfum að vökva blómin þar þannig að það verður að koma í ljós hvað hún gerir en hún er með hreiðrið 1 metra fyrir neðan svefnherbergisgluggann hjá okkur sem er alltaf opinn. Þannig að hún virðist ekki vera mannafæla og við höfum ekkert farið hér baka til eftir hún settist upp af því við vildum ekki styggja hana af hreiðri en nú sjáum við hvað gerist þegar ég kem út. Hér er potturinn og með skellurnar á glerinu hérna. Við pottina þá er einhver fugl með unga hér. Og hérna það sem silkibyggið er, þar í endanum kúrurinn, hún er þarna, ég var að taka af henni mynd áðan og setja símann hérna rétt út fyrir gluggann sem þið sjáu það er opinn. Þarna er þessi elska og þarna er hún allan daginn nema klukkan 10:30 og hverju einasta kvöldi fer hún niður í á til að ná sér í mat. Ég er ekki búinn að ná henni þegar hún kemur henni tilbaka. Það býður hérna fram í næstu viku, ég sé hana þegar hún kemur henni tilbaka og flýgur upp og sest niður og svo tekur hún flug aftur en greinilega lappar hún meðfram húsinu í kassan sinn, það er hreiðrið sitt. Þannig að hún ætlar ekkert að æsa sig þó ég sé að koma hérna. Hún lætur bara eins og við séum ekki hérna og það er akkurat það sem okkur var ráðlegt að gera, að láta bara eins og við vitum ekki af henni. Þannig að hún ætlar ekkert að hreyfa sig, þannig að ég reikna fastlega með því að við förum bara þá í að vökva blessu blómin hérna og þau fórum nú ekki drepast. En þessi mýta með að straumendur fljúgu ekki nema nokkra metra yfir land, það bara stenst ekki eins og sjáum á hér. Þannig að nú er bara gaman að skella sér í pottinu með straumendina ennþá á svæðinu. Og meira að segja þarna er varmadælan hún er ekkert að kippa sér upp fyrir það heldur. Þarna situr þessi elska eftir andardóttur sinni að koma heim. Hæ, Þröstur.
komið að endalokum þessa ævintýris, samlíf straumandar og þrastar, sem hófst í raun og veru 27. maí, þegar að ég vaknaði við öll lætin, og lýkur í dag 24. júlí. Það sólarhringur síðan við fórum í bæinn. Þá voru allavega 2 ungar mættir, og núna rúmum sólarhring seinna þá er allt farið. Þetta væri þá 34. dagur í álegu. Nú er síðastu myndatöku út gluggann af öndinni því henni er lokið. Og nú ætla ég að fara í gegnum þetta og sjá hvort það sé nokkuð óortið egg eftir eða eitthvað annað. Þetta er nú steinn. Þetta eru belgir. Já. Það er bara dúnn. Það er alveg á hreinu tæri. Þessi 6 egg sem voru hér, hún hefur náð að unga þeim öllum út. Vei! Geggjað! Það er alveg á hreinu tæri. Já, hvað ætli sé verði fyrir straumandadún?